Sæl og blessuð, fallega fólk, nær og fjær, því að öll erum við jú falleg. Verið velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við heilsum ykkur að nýju og það komin vetur. Það bara önnur árstíð heldur en síðast við hittumst. Með okkur í kvöld hann Hannes, fulltrúi Halloween, hrekkjavökunnar sem núna helgina, sem þið hafið örugglega ekki farið varhluta af. Og í sófan til okkar hins vegar til þess að fara yfir svona fréttir líðandi stundar Hlynur Hallsson sem safnstjóri listasafnsins á Akureyri og Hilda Jana Gísladóttir, bæjarfulltrúi og varaþingmaður. Má ég sjá þessar varir? Verið velkomin. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma. Bara sjálfsagt mál. Gott að fá gott fólk og fallegt, eins og alltaf. Og nú bara spyr ég, hvað títt? Það nú bara heilmargt, en samt kannski frekar róleg vika, ég veit ekki. Það bara alltaf þetta hvað maður metur, hvað eru fréttir, hvað eru góða fréttir, hvað eru slæma fréttir. Klisjan að vondu fréttirnar séu einu fréttirnar, góða fréttir eru ekki fréttir, en ég reyni nú yfirleitt að líta á það þannig að góða fréttir séu aðal fréttirnar. Já, það rosalega hollt. Já, til dæmis það bara að stelpurnar okkar unnu 2 leiki samanlagt 9-0 í síðastliðna viku. Það mjög góðar fréttir. Það bara dásamlegt og talandi íþróttir þá hafa K.A. Þór stelpurnar líka verið að brillera í handboltanum út í heimi. Og já, eru þeir að fara til Spánar næst? Næst eru þeir að fara til Spánar, já. Það verður spennandi. Alveg geggjaðar, Íslandsmeistararnir okkar og líka bara svo geggjaðar stemmari hjá þeim alltaf. Þetta svo flott liðsheild og þetta orðið svo brjálæðislega flott lið. Ég man að ég fylgdist með þeim í deild fyrir neðan og síðan þegar þær fóru upp og sjá þær vaksa svona og orðnar svona þetta mikla stolt okkar. Mér finnst það alveg frábært. Og íslenska kvennalandsliðið náttúrulega alveg magna, við sáum þessa leiki og mér fannst það vera með bara algjöra yfirburði í báðum þessum leikjum, sko. Algjörlega frábælega og samt mjög róterað. Bara fullt af nýjum stelpum. Já, það líka gott. Amanda þarna 17 ára sem lék eins og kóngur. Akkurat. Það var frábært. Þetta nefnilega frábær breytt og það virðist vera líka einmitt þar og mér finnst þetta oft svo mikill lykill í íþróttum að þegar maður sér þessa leikgleði og svona hópsálina. Ég náttúrulega elska mest af öll í fótbolta og handbolta það að sjá fólk fagna og knúsast. Það eitthvað ótrúlega beautiful við þennan einlæga sameiginlega fögnuð. Og maður sér þetta svo vel hvað leikgleðin getur skipt öllu máli og kannski ekki bara í íþróttum, kannski bara í lífinu sjálfu líka. Ef þetta gaman, þá verður þetta allt bæði betra, auðveldara, skemmtilegra og markvissara. Það dálítið málið, sko. Alveg hreint. Eitthvað svona úr nærsamfélaginu, eitthvað sem hér á Akureyri? Ég náttúrulega rosalega ánægð með að sjá beinaflugi milli Akureyrar og Amsterdam. Akkurat. Frábært mál. Gæti verið bæði spennandi að komast út í heim og þetta beinaflug sem við höfum náttúrulega horft dálítið mikið til að séu lífsgæði ekki bara íbúa hér á Akureyri heldur á Norðurlandi eystra að geta farið beint erlendis þó það þýðir tengiflug og annað. Þetta fólk átti sig ekkert alltaf á því hvað þetta mikið mói að fara til Keflavíkur til þess að komast úr landi. Nei, ekki nema maður hafi reynt það nokkru sinnum. Þú veist, vakna upp miðjanótt, þurfa að gista í borginni og allt þetta og þannig að beint flug til Evrópu algjör snilld og líka auðvitað að fá ferðamenn beint hingað sem að bara koma og gista á hótelunum hér og fara á menningarviðburði og skoða náttúruna og það bara mikilvægt að hafa aðra leið inn í landið en ekki bara Keflavík. Það mjög mikið, þá festast þeir ekki bara í Gullnahringnum, þeir koma hingað og svo dreifa þessi svona fallega bæði á norðvestur og svo austur yfir, sko. Já, og mjög gott að þetta sé líka bara, þú veist, yfir vetrartíman sem hefur verið svona, þú veist, rólegi tíminn í ferðamennskunni eða svona yfirleitt þessar stuttu ferðir þegar fólk þá ekki að fara langt út fyrir höfuðborgarsvæðið en þess vegna mjög gott að fá fólk frá Hollandi bara beint til Akureyrar og sem fer þá Norðurland. Og þarna verðum við að horfa líka bara á bæði millilandaflugið á Akureyri og á Egilsstöðum sem að gæti náttúrulega og kannski einmitt meira í sumartíman orðið meira flæði milli Norður- og Austurlands. En eins og Hlynur að segja þá þetta við erum að horfa á allt öðruvísi túrisma á suðvesturhorninu þar sem þetta yfir allt árið og meðan við erum svolítið með sprengju yfir sumarmánuðina þó það hafi sem betur fyrir lengst í sitthvorn endan en að fá svona innspýtingu skiptir auðvitað öllum málu. Það bara taka þetta ansi föstu tökum bæði og ekki síst markasetninguna og uppbyggingu þessa flugvalla og ég held að þetta geti skipt bara brjálæðislega miklu máli fyrir lífsgæði okkar, einmitt eins og hann segir, ekki síður að fá fólki til okkar. Ferðaþjónusta sem betur fyrr virðist hafa svona verið líflegri í sumar heldur en jafnvel
björtustu menn þurfa að vona og jafnvel þó þetta sé föstudagsþátturinn og við ætlum að vera geðveikt hress, þá eru þetta COVID ennþá í gangi. Nei, ég meina COVID ennþá í gangi. Það það og ég menna nýjustu tölur eru bara ekkert skemmtilegar þannig að hérna við förum ennþá varlega og það verða einhver setback en þetta ofboðslega mikilvægt upp á og líka það ekki bara COVID heldur nú til dæmis eru leiðilega fregnir bæði frá Dalvík og Húsavík varandi hérna húsasmiðina að útibúin þar hérna leggjast af því miður þannig að það hræðilegt þegar verður skerðing á þjónustu í svona byggðarfélögum. Já, og það auðvitað sko einmitt sorglegt þegar það þarf alltaf að vera einhver svona varnarbarátta hérna og líka þú veist í stöðum sem að sko eru að blómstra eins og Dalvík til dæmis bara að hérna og Húsavík auðvitað líka algjörlega að þá auðvitað dálítið sorglegt að það þurfi að vera aftur að fara í þetta sko að hérna verja þjónustuna sem á staðnum í staðin fyrir að við ættum að vera að aukana og bæta í og gera hana fjölbreyttari. Þetta er alltaf áhugaverða umfjöllun allavega svona slitrótt í útvarpinu þar sem varum að vera að ræða sko verðlagningu á landsbyggðunum og kostnaðinn við að búa á landsbyggðunum versus höfuðborgarsvæðið. Það sem að reyndar Akureyri kannski aðeins tekin með höfuðborgarsvæðinu þegar það kemur að aðgengi að þjónustu og verðsamkeppni. Og einmitt heyrði einhver viðtöl við einmitt aðila sem voru að lýsa til dæmis bensínverði í dreifðari byggðum. Og einmitt á þeim stöðum þar sem að kannski fólk þarf að keyra langan veg til þess að sækja grunnþjónustu. Þannig að sko stundum þarf að setja upp svona byggðagleraugun til að átta sig á því að sumar þjóðfélagsbreytingar, aðgengi að þjónustu og verðlagning getur komið verð niður á dreifðari byggðum heldur en á þeim sem búa í einhverjum svona meginkjörnum eins og þá á Akureyri og höfuðborgarsvæðinu og þetta sem kemur reyndar inn á loftslagsmál líka og orkuskipti og svo framvegis. Það allt þetta dýrara þar sem að færra fólk en það þarf einhvern veginn að pæla í því erum við samt reiðubúin að horfa til réttlátra umskipta, hvernig ætlum við að nálgast þessi gæði að búa allt land. Og ég held að þú veist við þurfum ekkert að vera að finna upp hjólið í þessum efnum. Ég bæði Norðmenn og Skotar hafa verið þú veist að fást við sömu hluti að hvernig hægt að hvetja fólk til þess að setja stað út á landi og hvernig getum við einmitt jafna þessa aðstöðu eins og þú bendir á. Það einmitt þessi aðstöðu munur sem bara dýr fyrir þau sem að búa út á landi. Ég meina einmitt við á Akureyri höfum það kannski ágætt en íbúar á Þórshöfn eða Vopnafirði það er dýrt að fara til læknis, það er allskyns þjónusta ekki í boði, það að sækja hana miklu lengra og svo framvegis. Og ég meina einmitt að þú varst að tala hérna bensínverði, það var mjög sláandi sko að það eru einhvern veginn svona verðlagning á bensín mjög skrítin, að hérna það eru svona einhverjir svona punktar það sem mjög ódýrt og Akureyri einn af þeim, það sem að það sko Garðabæjarsvæðið sko og hérna og síðan einhverjir svona nokkrir aðrir staðir, Akureyri þar á meðal, það sem hægt að kaupa mjög ódýrt bensín, en dýrasta verðið og það bara mjög hátt, það einmitt á þessum stöðum, það sem að fólk þarf oft að vera að keyra og nota bíl og fara langar vegar. Já, kannski bara til að komast til læknis. Kæri þingmaður, við treystum á þig. Varaþingmaður. Slúttum þessu á jákvæðinu völlurinn hans Gústa, Garðurinn hans Gústa. Garðurinn hans Gústa, æðislegt verkefni, verið að steypa undirlagi þar, körfuboltavöllurinn í minningu heiðursmannsins. Yndislegt, fallegt verkefni. Þið eru nú það ekki í Glerárkirkju með Jú, söfnun? Við erum með fjölskyldu guðþjónustu á sunnudaginn klukkan 11 og þá verður einmitt söfnun af þessu tilefni og vekja athygli á þessu verkefni. Ég sá það einmitt inn á Akureyri.net frekar en vikublaðinu.is annarkort að það er svona reikningsnúmer líka ef að fólk vill leggja söfnuninni í lið ef að fólk brjálæðislega og hvað samt. Hérna skulum við stoppa. Þetta það síðast sem fólk þarf að muna. Ástar, þakkir fyrir að koma og spjalla við mig og okkur. Kærar þakkir. Sömuleiðis. Takk sömuleiðis.